sakamála útvarpsleikritinu Radíus bræður leysa vandan. 13. og síðasta þætti Líf og fjör í Fagradal. Nú illa komið fyrir leinlörgu drengjunum og skemmtikröftunum digumfrittu. Þeim hefur að ósekju verið varpað í rammgert fangelsi innan morðingja, nauðgara, eiturlyfja sjúklinga og önnur úrrög mannlegs samfélags. Lögreglustjórinn á Patreksfirði, Malli feiti, hafði þá fyrir rangri sök og kendi þeim morðin á áhöfninni á Þorlóabátnum Fagranesinu sem Helgi hesta og sela myrti, en illmenninu Helga hesta og sela auðnaðist þeim Radíusbræðrum að koma fyrir kattanef. Illulegasti samfangi þeirra og greinilega óskoraður foringi hinna glæpamannanna hins vegar engin annar en Gummi, hesta og sela, yngri bróðir Helga. Gummi hyggur á hefndir. Það sem okkur ber niður í lokaþætti þessa æsispennandi framhaldsleikrits verið að neyða Radíusbræður í sturtu ásamt hinum föngunum, en Gummi hafði einmitt hótað að koma fram hefndum í sturtuklefanum. Ég vil ekki fara í sturtu, ég þarf ekkert að fara í sturtu, ég ekkert skítur, ég fer í sturtu á 20 ára fresti, hvort sem ég þarf þess eða ekki. Stabbi, þú stinkar, þú hefur bara gott að því að þvo af því skítinn. Steini, ef þú lítur við, þá sérðu kannski sjón sem gerir þig jafn frá aðfluga steypibaði og ég í augnablikinu. Úps, já, þarna stendur Gummi, hesta og sela, kviknakin, og bakvið hann hópur fanga sem eru líka kviknaktir. Sá stæltur og sjáðu, hann jafnvel enn betur vaxinn niður sig en Helgi bróðir hans var. Þetta þriðji fótleggurinn á þessum 2 metra rísa sem stendur þarna beint út í loftið. Og sjáðu, hinir eru síst minni, né síður sperrtari þarna niðri. Og við hér næpuhvítir og berhusnir. Þá komið að skuldadögum, Radíus kettlingar. Reynið nú að skemmta okkur, skemmtikrafta. Já, hafið heyrt brandarann Raskatís? Nei, grípið hennan mjórri fyrst. Æ, láttu mig vera. Hvað eru þeir að gera við þetta? Ég veit ekki. Þú láta þér höndinni á þér, Döflin. Já, ég veit það. Nei, nú halda tveir þeirra þér fastum. Og Gummi, hesta og sela tekur sér stöðu fyrir aftan þig. Hvað eru þeir að gera? Ég veit ekki, það það sem hann að... Steini horfir nú agndofa á það þegar 12 harðsvíraðir vísindismenn misþyrma Dabba vini hans og leika sér að honum lengi vel á sama hátt og Gummi gerði fyrst. Eftir drykk langa stund virðist röðin komin að Steina sem stendur sem lamaður af ótta í einu horni sturtuklefans. Jæja, þá komið að þér, litli, feiti grísinn minn. Grípið hann! Rýttu eins og sem vín. Nei, fyrst skal ykkur liggja. Hvað ertu að gera? Maðurinn meira en helmingi stærri en þú hann drepur. Ekki að vilja hans. Ég geri það aldrei. Steini, þér það svo að dimrauður í framan og hljóðu fellir aftur. Steini, þess að grípur bringu árun á hesta og sela. Ég sérðu upp á þeim og skallar hann. Þannig að hann skrikar fótur og dettur aftur fyrir sig. Steini, hvað það gera? Þetta kissa mannin. Steini, hvað þetta stóra og rauða blóðuða stykki sem þú með upp í þér og spýtir hann upp í loftið? Ég beit tunguna úr Gumma, hesta og sela og ég skal bíta tunguna úr ykkur öllum. Eftir að hafa niðurlægt Gumma, hesta og sela og borið af honum sigurorð verður Steini óskoraður foringi meðal fanganna. Gummi hins vegar hættur og einskisvirtur. Valdið stígur Steina svo til höfuðs að hann efnir til fanga uppreisnar. Steini, hvað ertu að gera? Akkur ertu við 4. mann að berja fangavörðin með bekknum? Þegiðu, Dabbi,
Dabbi og reyndu að taka þátt í þessu. Vertu ekki svona mikill félagsskítur. Steini, ég þoli þetta ekki lengur, við verðum að strjúka hérðan. Já, það er rétt. Ég er að breytast í harðsvíðan glæpamann. Sjáðu, hér er ég með 2 teskeiðar sem ég stal úr eldhúsinu. Reynum að notfæra okkur ástandið að allt er í uppnámi og grafa okkur göng undir fangelsismúrana til frelsisins. Góð hugmynd, Dabbi. Laumumst eitthvað afsíðis og látum hendur standa fram úr ermum. Okkur er ekki til setunar boðið. Ok, kottum. Ok, ég kem. Radíusbræður sitja ekki við orðin tóm, heldur taka til óspilltra málanna að grafa göng undir fangelsismúranna. Þeir unna sér yngrar kvildar heldur skiptast á að moka harðri urðinni með lítilvægum verkfærum sínum. Í 3 daga og 3 nætur unna þeir sér yngrar kvildar. Steini, ég hugsa að við séum komnir nógu langt. Gröfum okkur nú upp. Nógu langt? Þetta er ekki nema 4-5 metrar. Er það ekki nóg? Nei. Áfram halda radíusbræður að grafa göngin til frelsisins. Dagur og nótt renna saman. Sólarhringar verða vikum og vikur af mánuðum. Radíusbræður nærast á ánamöskum og mold og neyðast til að drekka eigið þvag til að halda lífi. Jæja, Steini, nú hugsa ég að við séum komnir nógu langt. Gröfum okkur upp. Já, gerum það. Hvaða skæra ljós er þetta sem sker mér svona í augun? Já, þetta er bara sólin, Dabbi minn. Við höfum verið svo lengi neðanjarðar og lifað eins og moldvarpur að augu okkar hafa vanist myrkrinu og ekki sólinni. Nei, sjáðu, Steini, hvaða staður er þetta? Ég veit það ekki, en búsældarlegur er þessi dalur. Sauðfé sem dreiftir hér hlíðarnar er fagurt og feitt. Fuglarnir syngja í trjánum. Og þarna kemur gullfallegur fáklæddur kvenmaður ríðandi á glæsilegum fola á mót okkur. Er þetta fallegasta kona sem ég hef séð eða er ég bara búin að vera í fangelsi svona lengi, Steini? Sjáðu, hún stöðvar á hestinn og stígur á baki og gengur til okkar. Hún er ekki neinu nema lendaskílu sig miðri og með pínulitlar leðurpjötlur til að hylja blábrottin á hvertum barmi hennar sem rís og hnígur við hvert skref. Sælir, hverjir eru þið? Hún veit ekki hverju við erum. Hvert eru þið eiginlega komnir? Dabbi heiti ég og þetta er Steini vinur minn. Við erum kallaðir radíusbræður. Sælir radíusbræður, ég er Amanda. Afsakaðu fröken, en hvaða staður er þetta? Þetta er Fagridalur. Þetta er í fyrsta sinn sem hingað komu gestir frá því mann eftir mér. Fylgjum með til öldungsins. Öldungsins? Öldungurinn er vitrasti maðurinn í dalnum. Já, reyndar eini maðurinn í dalnum. Fylgjum henni, Steini. Sérðu, dalurinn er umlukinn fjöllum á alla hliða. Já, aldrei hef ég áður séð svo velgróin tún hér vex spergilkál vilt við veginn. Slíka veðursæld veit ég hvergi hérlendis. Spergilkál? Brokkoli. Já. Þannig líka heitur hver? Já, allir jarðhitinn hér í dalnum gerir það ekki að verkum að hér er aldrei vetur og að hér vaksa plöntur og tré sem hvergi þrífast annar staðar á Íslandi nema í gróðurhúsum. Þú minnar eins og bananatrén hann í Lundinum sem við vorum að ganga fram hjá. Einmitt, en hvaða lágreisti en þó notalegi og heimilislegi bjálkakofi er þetta sem hér er? Hér býr öldungurinn. Öldungur, það eru komið gestir. Gestir? Já, það var ár og dagur síðan. Sælir, hverjir eru þið? Sæll öldungur, Steini heiti ég og þetta er Dabbi, vinur minn. Þekktir leynilögregludrengir og skemmtikraftar. Já, það má svo sem vel vera því séu þekktir í heiminum, en ekki hér í Fagradal. Hvaða staður er þetta? Fagridalur. Þetta er dalur umlukinn fjöllum og hulinn heiminum. Hingað kemst enginn nema fuglinn fljúandi. Jú, við reyndar grófum okkur leið. Já, það er reyndar hægt líka. Hverjir byggja þennan dal, öldungur? Hér búa afkomendur útilegum manna. Þeir settust hér að til forna og lifði í fríði og sátt og samlyndi við Guð og menn og hafa ekki kært sig að hafa nein samskipti við umheiminn kynslóð fram af kynslóð. Nú í seinni tíð steðjar þó mikil hætta að byggðinni hér. Nú? Í undanfarin 30 ár hafa eingöngu fæðst stúlkur hér í dalnum, þannig að fólksfjölgunin er engin. Nú er svo komið að ég er eini karlmaðurinn á staðnum og þrátt fyrir háan aldur minn og hrörlegt ástand lífi ég miklu villtara og fjölbreyttara kynlífi með mun yngri rekkjunautum en ég get ímyndað mér að sé títt menn á mínum aldri út í hinum stóra heimi. En nú ber vel í veiði.
Tveir fíleldir karlmenn á besta aldri sem eru komnir í dalinn. Gerið það nú fyrir okkur að setjast hér að og bjarga þessu litla friðsæla samfélagi. Já, það má hugsa málið. Jú takk, það viljum við gjarna. Gaman, gaman, nú verður hátíð. Amanda, blástu í veislulúðurinn. Nú verður hátíð. Já, Eldungur. Sjáðu, hér koma fljótandi út úr runnunum og niður úr trjám. Ungar fáklæddar konur og þær ekki af lakana þægina. Nei, þær í elítkeppnin eru bara eins og jussur miðað við þessar gyðjur sem hefur streyma að okkur til að bjóða okkur velkomna. Nei, og hver er þarna Tryggur? Komdu hingað, ljóti hundur. Tryggur? Hvað er hann að gera hér? Ég veit það ekki, hann kom hér niður að hlutlunum í gær. Það kemur sér svo sem ágætlega. Nú? Jú, allir hundarnir í dalnum eru tíkur. Já, það er ekki einleikið hvað gæfan leikur við okkur alla. Við skiljum nú við radíusbræður þar sem þeir hafa ákveðið að setja stað í Fagradal, paradís á jörð. Umvafðir ægifögrum konum, einstakri náttúrufegurð og veðursæl, þar sem smjör drýpur af hverju strái. Það er ekki laust við að maður öfundi radíusbræður þar sem við skiljum við þá. Við ævi þeirra mun öll verða líf og fjör í Fagradal.